Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Hápunktur menningarlífsins í Reykjanesbæ á hverju ári afhending Súlunnar, menningarverðlauna bæjarfélagsins. Að þessu sinni hlaut Júlíus Freyr Guðmundsson viðurkenninguna fyrir framlag sitt til leiklistar og tónlistar. Við hefjum þáttinn í Safnahúsum Dús þegar viðurkenningin var afhent. Það hverju bæjarfélagi mikilvægt að eiga fólk sem vinnur að uppbyggingu jákvæðra málefna og hefur bæjarstjórn Reykjanesbæjar vilja leggja sitt á mörkum, ekki aðeins með fjárframlögum heldur líka á táknrænan hátt með afhendingu Súlunnar, menningarverðlauna Reykjanesbæjar. Í ár hefur verið ákveðið að Súluna fái Júlíus Freyr Guðmundsson fyrir framlag sitt til tónlistar og leiklistarlífs í Reykjanesbæ. Júlíus Freyr fæddur í Keflavík 22. september 1971 og fagnaði því 50 ára afmæli sínu núna í ár. Hann sonur Guðmundar Rúnars Júlíussonar og Maríu Baldursdóttur og því eru það engar ýkjur að segja að hann hafi drukkið í sig tónlistina og flest það sem henni viðkemur með móðurmjólkinni. Júlíus leit barnsskónum í Keflavík og hefur búið hér í bæ allar götur síðan. Hann kvæntur Guðnýju Kristjánsdóttur og eiga þau börnin Kristínu Rán, Brynju Ýr og Guðmund Rúnar. Barnabörnin eru 2, það Katrín Ýr og Apríl Rún. Flestir geta líklega tekið undir það að Júlíusi fylgir mjög ákveðin hógværð. Hann ekki einn þeirra sem virðist hafa þörf fyrir að hrópa nafn sitt á torgum, en það gerir alls ekki minna úr verkum hans. Hann hefur í áranna rás lagt sitt af mörkum til menningarlífs í Reykjanesbæ, bæði með eigin hugverkum og framlagi, sem og aðstoð við aðra og þátttöku í fjölmörgum menningartengdu verkefnum. Það hverju bæjarfélagi fengur af slíkum einstaklingum sem leggja sitt lóð og vogarskálarnar og gott til fjölmargra verkefna í þágu blómlegs menningarlífs í sínum heimabæ. Júlíus því að vel að þessari viðurkenningu komin og það von okkar að hún verði honum innblástur til áframhaldandi sköpunar og starfa á sviði menningarlífs í Reykjanesbæ. Bæjarstjórn og menningar- og atvinnuráð þakka honum fyrir áralanga vinnu og stuðning við menningarmál bæjarins og teljum við hann vel að því komin að hljóta Súluna menningarverðlaun Reykjanesbæjar núna árið 2021. Júlíus, má ég bjóða þér að koma hérna upp? Ég spurði þig hvort ég mætti taka í hendina á þig, hvort þú kærði það og þú sagði já. Ég ætla að afhenda skjöld og tóknís Súluna. Þú skulum koma hérna svo innilega til hamingju. Takk. Já, menningarverðlaun Reykjanesbæjar 2021 til Júlíusar Guðmundssonar, til hamingju. Takk fyrir. Þetta svona eiginlega bara fjölskylduverðlaun. Konaðin fékk þessi verðlaun fyrir 8 ára síðan. Pabbi Rúnar Júlíusson var búinn að fá þetta og gott ef að Geimsteinn var ekki líka búinn að fá menningarverðlaun Reykjanesbæjar. Já. En það sem ég ætlaði að segja var það gengur í erfðir. Já, það gengur í erfðir. En kona þín, Guðný, hún sagði sem sagt þegar hún fékk þessi verðlaun fyrir 8 ára síðan að Reykjanesbæjar væri eiginlega svona menningarbær. Hvernig menningarlífið hérna í Reykjanesbæ? Það gott, það blómstrar og við bara heldur getum verið stolt af því menningarlífi sem hér á svæðinu og leikhúslífi náttúrulega það sem að ég tengis mest, það náttúrulega búið að blómstra í yfir 30 ár og gerir enn og við erum alltaf að fá öflugra fólk inn og setja upp hérna metnaðarfyllri sýningar með ári hverju þannig að og náttúrulega öll tónlistin og allt sem við höfum þetta menningarbær, ég hef alltaf sagt það. Pabbi þinn og þessi gæjar sem að urðu frægir fyrir svolítið mörgum ára síðan það var til nafnið Bítlabærinn. Já. Hvort þetta?
Þetta náttúrulega ekki Bítlabær lengur, Hjálmar, Valdimar og fleiri til, sko. Já. En jú, það alveg ágætis arfleið samt að vera með, sko. Þannig þetta kannski bæði. Þetta kannski bæði. Já, ég held samt að Bítlabæjarnafnið sé nú kannski aðeins að fjara út. Já. Þannig. Samt svolítið flott nafn. Já. Skemmtilegt. Já. Og það eru margir sem að svona einhvern veginn grípa í það. Liverpool Íslands, getur þú sagt það? Já, það gæti verið að þú kemur Liverpool að. Já. En hvernig var að alast upp í tónlist? Þú náttúrulega sonur Rúnar Jól og Mæju og var hérna tónlistarherbergið í Geimsteini. Var þetta leiksvæðið þitt? Já, það er náttúrulega kannski ekki margir sem alast upp við það að vera með stúdíó í neðri hæðinni að taka upp tónlist og leika sér. Ég til að mynda er 12 ára þegar ég tek upp Magnús Þór Sigmunds að syngja Íslandi landi þar því að pabbi þurfti að fara á fótboltaæfingu. Ísland land þitt og ávallt þú geymir, Ísland í huga þér hvar sem þú ferð. Ísland landið sem ungan þig dreymir, Ísland í vonana byrstu þú sérð. Sem dæmi, Já. sko. Þannig að maður byrjaði snemma að leika sér hérna niðri. En með tónlistarferill pabba var kannski ekki svo burðugast endilega á þessum tíma, þannig að maður upplýði aldrei frægðarsóluna sem barn, sem hann var með, sko. Hann var náttúrulega, við getum sagt, hann hafi verið heimsfrægur á Íslandi hérna í kringu 1970, eða ekki? Jú, það kom hann að 80s, ég fór ekki vel með marga og hann slapp ekkert við það, sko. Nei. Og þá var ég svona barn hérna alast upp. Já, og hérna, þannig að getum við sagt að þú hafi fengið tónlistina svona með móður og föður mjólkinni. Já, við getum sagt það og bara hún er náttúrulega víðar í fjölskyldinni, Þóra Baldursson og fleiri, sko. Þannig að, jú, við getum alveg sagt það, sko. Að planið var, eins og ég sagði við pappa minn þegar hann var fertugur, sko, planið var að ég ætlaði að vera frægar en hann, sko. En það klikkaði. Það klikkaði. Já. Samt Og það er svolítið. sennilega orðið of seint, sko. Já. Í trúminni og von á þig, í takt og taumleysi vorin dvín, hentar illa eins og glatað vín. En varstu með drauma, stóra drauma að verða frægur tónlistarmaður? Eða þetta kannski í gríni sagt við hann á þessum tíma, en varstu samt með svona einhver markmið? Já, sko, bæði grín og ekki, það er mikið keppnisskap í fjölskyldunni og maður kannski horfir á þetta líka sem keppni svona, ég veit það ekki, allavega í þessu tilfelli, að gera betur en pabbi sinn. Já. En hérna, kannski að því að maður leit líka svolítið mikið utanlands, ekki það? Jú, við vorum með fræðardrauma og við fórum, ég og mínir félagar fórum til New York og ætluðum að meika það, sko. Já, þið stofnuðu hljómsveit, nokkrar náttúrulega. Já, það voru þá nokkrar sem við stofnuðum. En hverjir voru að fara til New York? Segðu bara aðeins frá því. Við vorum þarna 19 ára drengir þegar við ákveðum að safna okkur pening með spilamennsku og flytja til New York, til Manhattan og verða frægir. Við fluttum út, en urðum ekki frægir. Þetta er En stutt við komumst eigi að síður, komumst á plötusamning hjá stórfyrirtæki og gáum út eina plötu þar. Ævintýri fyrir 19 ára drengir. Hvernig var það að vera á Manhattan 19 ára? Það var bara, Bjugguðu, hvar bjugguðu og svona? við byggum bara downtown Manhattan í Greenwich Village. Fenguðu íbúð og bara, og ætluðu að meika það? Já, bjartsýnir menn, við fórum bara út eins og ég segi, ekki áttin tvítýr með einhverja 2 milljónir í vassanum á þeim tíma sem við höfum safnað og byrjuðum bara að leita í auglýsingum á íbúð, sko. Og svo byrjuðum við bara að labba á milli staða með kassettur og reyna að fá að spila. Sem tókst. Já, sem tókst. En hvað klikkaði? Já, það er nú góð spurning, sko. Sennilega bara við sjálfir, sko. Þegar við hérna, kannski þegar samningurinn og allt var komið í höfn, þá svona leyfðu þessu bara, þá svona kannski fórum við ekki að fylgja þessum nóg mikið eftir. Bara, þú veist, létum þetta í hendurnar á öðrum. Maður þarf svolítið að stýra lestinni sjálfur. Gæti verið það. Eða bara kannski voru ekki nógu góðir. Já. Eða of góðir. Villsum tíma. Já.
gæti líka verið. Hefur þín ævi svona snúist að mestu leyti tónlist, en við höfum eftir að koma að því síðan alltaf, eitthvað að leiklist og út að semja og svona? Já, þetta hefur svona mikið verið tónlist og leiklist, sko. Já. Síðastliðin 30-40 ár. En þið, eru þarna ungir peyjar að stofna hljómsveitir. Hélstu því áfram eða blandaðistu inn í, nú var pabbi eins og lengi að, og hvernig blandaðist þetta allt saman? Pabbi var náttúrulega svolítið mikið í harkinu, að spila hverja helgi og náttúrulega með útgáfana sem maður tók náttúrulega þátt í líka. Að gefa út frumraunir fyrir marga listamenn og fleira til. Ég var meira bara svona í að semja sjálfur og gefa sjálfum út. Gerði náttúrulega 3 sólóplötur þarna, það sem að enginn mátti vera með nema ég sjálfur. Gerður allt sjálfur á plötunum eiginlega? Já, ég er unni, kannski fullt mikið en það var samt markmið að gera allt sjálfur, sko. Já. Og spila á sem flest hljóðfæri. Þú hefur ekkert neitt verið svakalega mikið fyrir að svona glenna því í sviðsljósinu. Nei. Þú ert þarna en þú ert ekkert... Ég kannski sit á trommunum og spila mest þar. Tek samt í rauninni mest athygli, skilurðu, þó ég sé ekkert að reyna að glenna mig, sko. Hvað finnst þér svona skemmtilegast í tónlistinni? Þegar þú kannt eiginlega ansi mikið. Hvað skemmtilegast? Skemmtilegast að spila með Deep Gene and the Sacknames, því að það er svona rock sem er svona minn heimavöllur. Það er skemmtilegast að spila á trommur, sko. En það er eiginlega síður líka skemmtilegt að spila á bassa með Bjartmar og Bergvinsson á góðum tónleikum og mega stuð, sko. En mesta kikki fæ ég út úr að spila rock og trommur, sko. Þegar þú horfir á svona tónlistageirinn á Íslandi í dag, þá er alveg ljóst að það hefur orðið mjög mikil breyting. Frá því að þið voruð að gera fullt af hlutum hérna, bæði í geimstein og víðar. Þróunin hefur samt orðið mjög mikil, bæði í tækni og hvernig þá komið sér að framfæri á allt saman. Er það ekki? Jú, náttúrulega kannski auðveldar að koma sér á framfæri en náttúrulega gríðarlega mikið framboð, mikil keppni athyglinna. En ódýrara og auðveldar að búa til tónlistunni og koma henni af stað en kannski er fyrir mig að segja mér að það finnst skemmtilega því ég náttúrulega hafði útgáfufyrirtæki og stúdíó, gæti gert allt frítt og mjög auðvelt að komast á framfæri þegar pabbi manns á útgáfufyrirtæki og stúdíó. En það var mikið skemmtilegra finnst mér að taka upp heila plötu og vera að gefa upp heila plötu og eins og þetta var þá, sko, frekar eins og núna í dag að vera að dæla út endalaust einhverjum lögum, sko. Og þetta er orðið mjög erfitt í dag. Plötur náttúrulega bara rafrænt, það er mjög lítið sem maður er að gefa út á vínil, svo kostnaðarsamt og erfitt að láta það skila einhverju. Er auðvelt að láta draumana rætast ef maður langar að vera tónlistarmaður? Ég held að þú getur alveg orðið tónlistarmaður eða langar til þess, sko, en að kannski alltaf ná einhvern mega árangur gæti verið erfiðara. En það er samt líka auðveldara, þannig að þetta er bara svona, ég veit ekki hvað að segja, sko. Það er mikið meira íslenskar hljómsveitir sem eru stærri nöfn í dag heldur en fyrir 20 árum, sko, og miklu fleiri að fara erlendis að spila og fá athygli, sko. Hefurðu lifað á tónlistinni eða þú hefur náttúrulega, við vitum það að þú ert búin að vera að gera svolítið annað aðal atvinnu í nokkuð lengi, eða ekki? Já, sko, pabbi er kannski einn af fáum sem var að lifa eingöngu af tónlist, sérstaklega, sérstaklega með svona útgáfa og svona, sko, og maður svona, ég veit alltaf að mínir vinir litu upp til hans út frá því að geta bara að lifa á því einu og sér, sko. En ég held að það sé rosalega erfitt, ég get ímyndað mér það. Þá hefði manni ekki, vegna jafnvel í lífinu fjárhagslega, eins og manni vegnar í dag, sko. Þannig að þú ákvaðst að gera eitthvað annað. Hvað gerðu? Hvað fórstu að gera? Ég er með svona hugbúnaðarfyrirtæki ásamt félaga mínum, honum Ástóri Inga Péturssoni.
Hugbúnaðar fyrirtæki í Keflavík, á Reykjanesi. Já, við gerum svona, til dæmis erum við að gera vefsíður og svona, svo fyrir víkufréttir og fleiri. Já, einmitt, það er akkurat. Vel gert. Og hérna, passa það vel með að vera svona með tónlistina á kantinum og í þessu starfi? Það allavega truflar ekkert. Nei. Alltaf í dag er líka mikil tölvuvinna í tónlist, sko, Já, sem ég finnst skemmtileg, sko. breyst náttúrulega gríðarlega mikið. Já, það var alveg gaman að taka upp analóg og svoleiðis á teip, en hitt er líka skemmtilegt, ef ekki skemmtilegra. Hvernig er tölvubransinn? Hugbúnaðarbransinn? Hann er bara blómstra. Já. Hann blómstra meira en tónlistarbransinn alltaf. Já. Eða útgáfubransinn. Það er tónlistarbransinn sem býð. Júlí, í umsögn menningarráðs nefndarinnar sem að hlaði til að þú fengir menningarverðlaunin í ár. Það er sagt að þú hafir komið mjög sterkur inn í leikhús og sett búin að skipta mjög mikið af leikhússtarfi í bæjarfélaginu í marga áratugi. Þú ert nú bara 50 en að vera helling. Hvernig gerist þetta? Já, þetta er við náttúrulega, ég og kona mín, Guðný Kristjánsdóttir, hittumst í leikhúsinu. Ég er ráðinn sem trommuleikari í hljómsveitina og feldum þar hugið saman, sko, og höfum verið saman síðan þá og hún dróð mig í leikhúsið. Það er svolítið þannig. Annars ég aldrei farið í leikhúsið. Ok, þá verðum við að skjóta inn. Við erum hérna á sviðinu í fyrsta kossinum sem er leikrit núna, söngleikur Leikfélags Keflavíkur og er að slá í gegn og fjallar einmitt pabbaðinn og tónlistina í Keflavík. Já. Þegar þú varst að hitta Guðný og voruð þið að kyssast eitthvað á bakvið eða? Já, fyrsti kossin var þá í félagsbjói, væntanlega, hjá Leikfélaginu. En fyrsti kossin hjá pappa og mömmu var í fangelsinu í Sandgerði, sko. Já. Já, þú veist, það var reyndar samkomuhúsið en það var einu sinni fangelsi, sko. Þannig að Guðný dróði í leikhús. Já. Vildi nýta þína krafta til þess að búa til tónlist, leiklist og hvað gerir þú? Þú veist, svo sem ekkert að draga mann, þetta er alveg mjög skemmtilegi tímar leikhúsið á þessum tíma sérstaklega, sko. Það var mikil gróska og þetta var að byrja aftur. Og ég byrjaði þarna í hljómsveitinni í fyrstu reifuginni, við kynntumst til Keflavík eftir Ómar Jóhanns og svo er Grettir, söngleikurinn Grettir, þá er ég að leika og þá erum við í hljómsveitinni Pandóru að gefa út plötu á sama tíma, þannig að það var mikið aksjón og mikið stuð. Þannig já, þetta eru mjög skemmtilegi tímar hérna. Þetta lá saman músíkin í rauninni og tónlist, og leiklistin, getur þú sagt, hjá þér? Já, sérstaklega það er söngleikur, þá er það svoleiðis og ég er náttúrulega fljótlega eftir Grettir semja söngleik, þess að ég skrifa handritið en við gerum nú lögin saman við félagarnir í Pandóru, ég er Siggi Þór og já, þannig að þetta voru skemmtilegi tímar. Og ertu búin að semja fleiri leikverk? Við söngdum svo annan söngleiki og Sigurður söngvari sem heit Syndaselinu Snorri sem flaug nú ekki jafn hátt og hinn söngleikurinn enda mjög torskildur og skringilegur söngleikur. Svo hef ég tekið mikið þátt í að semja revíur hérna, ég hef tekið þátt í 3 eða 4 revíum þar sem ég er að semja fullt af sketsum. Svo náttúrulega bara tók ég mikið þátt í að byggja þetta leikhús líka sín tíma. Já, ég ætlaði einmitt að fara að koma að því. Ég man alveg eftir því og var búinn að hlera það líka að þú hefur nú verið með hamarinn á lofti hérna og sægir og dót og þetta hefur náttúrulega verið svolítið mikið átakað og er samt í leiðinni alveg frábært fyrir, hvað ég að segja, ekki starra félaga en leikfélagið að fá svona fína starfsemi, svona fína byggingu. Já, þetta er náttúrulega búið að blómstra gjörsamlega síðan að leikfélagið fékk hús, sko. Það var í miklum húsnæðisvandræðum á þessum tíma og þegar þetta var komið þá er bara, já, leiðið upp á þið, sko. Já, þannig að við vorum með viðtal við Karl Ágúst leikstjóra starfsemi, aðstöðuna hérna, hann var einmitt að lofa hana og það hafa fleiri leikstjóra gert, þekktir menn úr Reykjavík sem hafa verið að koma og leikstýra hérna, þannig að þetta hefur bara mikið að segja. Þetta er bara besta aðstoða sem áhuga leikfélag hefur á landinu, sko. Já. Það er bara ekkert flóknara en það. En hvað þarf til þess að geta haldið áhuga leikhúsi, getur við sagt, eða ekki kannski áhuga leikhúsi en svona starfsemi leikfélags? Þetta er náttúrulega alltaf samt bara einhverju fái sem að drífa þetta áfram, eða ekki? Jú, þetta er alltaf
Já, nýjar kynslóðir, það verður alltaf kynslóðaskipti þó við höfum ég og Guðný, hún er búin að vera hérna í 40 ár og ég er 30 sko og hún er ennþá að leika, ég er svo sem ekki að gera neitt en þá er þetta náttúrulega, það þarf nýjar kynslóðir að taka við og það er alltaf meira og meira að gera fyrir fólk, þannig að það er erfiðar að fá fólki í svona sjálfboðilega starf, þetta er hellingsvinna þó hún sé rosalega gefandi og mjög skemmtileg sko. Held að fólk gerir sér ekki grein fyrir hvað þetta er gefandi og skemmtileg, fyrir það tekur þátt í raun sko. Ég var hérna á frumsýningunni og fór baksviðs í hlé og maður upplifir alveg svolítið skemmtilegan anda í hópnum sem er að leika. Þannig að þetta náttúrulega er örugglega mjög skemmtilegt, eða ekki? Það myndast alltaf ákveðin stemming í hverjum leikhóp fyrir sig sko. Eins og ég er að segja hérna þegar ég tek þátt í söngleiknum Gretti sko, það er bara stemming sem maður gleymir aldrei, það var alveg geðveikt sko. Og það held að sé of mikið þannig þegar fólk er að byrja í leikfélagi og upplifir svona fyrstu stemminguna. Þá stendur hún kannski alltaf upp úr, en það er alltaf, við hverja sýningu er alltaf stemming. En tónlistin, hún hefur svolítið í gegnum tíðina verið, hvað getur þú sagt, sterk í starfi leikfélagsins. Er kannski, ég spyr nú bara eins og leikmaður, það er náttúrulega, kannski alltaf tónlist ekki í öllu leikverkum náttúrulega? Já, við getum ekki, ég myndi kannski ekki segja sem að leikfélagi hefur mikið verið að setja upp þungar dramasýningar. Nei. Jú, alveg, þú veist, Killer Joe og einhverja svona sýningar. En það er yfirleitt alltaf einhver tónlist. Það er tónlist í revíunum og það er tónlist í barnaleikritum og það er tónlist í söngleikum, þannig að það er yfirleitt alltaf einhver tónlist. Já. Revíur hafa í gegnum tíðina verið mjög vinsælar hjá leikfélagi Keflavíkur þar sem er svona verið að taka, já, hvað ég að segja, fólki í pólitíkinni og fólki sem er áberandi í sveitafélaginu fyrir aðeins og stríðaði aðeins og þetta hefur alltaf verið mjög svona skemmtilegt. Vinsælt. Mér finnst mjög skemmtilegt að taka þátt í að semja eitthvað og gera grín að fólki í samfélaginu. Þú segir sjálf frá. En jú, þessar sýningar hafi gegnum tíðina og barnasýningar svona haldið leikfélaginu á floti. En það er samt að breytast. Það er eins og þessi mun örugglega slá met fyrst í kossin sem er núna og stæltu stóðhestarnir, Mystery Boy. Þetta eru sýningar sem báðar fóru í Þjóðleikhúsið sem áhugaverðasta leiksýningin. Þetta er allt svona réttum megin við núlið sko, þannig að það er orðið þægilegra að reka þetta í dag heldur en það var þegar við vorum í Félagsbíó sko. Er eitthvað eftirminnilegast svona úr leikhúsinu hér fyrir utan það að vera að kissa Guðný á bakvið? Svo segi Grettir og svo líka fyrsti söngleikurinn sem ég samdi tilgangur, það var mjög eftirminnilegt þar að því að það var í fyrsta skipti sem það var staðið upp í lok sýningar og klappað. Og ég man alltaf að það var Raggi Jónasar sem var sem sagt giftur Heiðu frænku sem hann stóð upp lengst út í sal og byrjaði að klappa sko. Mér finnst það mjög eftirminnilegt til dæmis. Nú hafa börnin þín verið svona tengd leikhúsinu og náttúrulega líka tónlistinni og þau eru að koma nálægt þessu. Nema Rúni Júl, hann er í fjölbrautaskólanum, við hittum hann daginn. Já, hann virðist ekki ætla að fara hérna í leikhúsið? Í skemmtanabransan, ekki ennþá allavega. En dætur mínar eru búin að vera hérna í leikfélaginu í mörg ár sko, elt okkur bara hingað. Eins og segi það er alltaf kynslóðarskipti í leikhúsinu sko. Þannig að þær mæðgur 3 eru alveg á fullu hérna í fyrsta kossinum. Já. Mér finnst einhvern veginn liggja fyrir að uppskriftina fyrsta kossinum sem eru öll þessi vinsölu lög sem að koma úr Bíllabænum og Rúna Júl og allt og fleiri. Þetta einhvern veginn steinleikur. Þetta var kannski svolítið bara tímaspursmál hvenær svona leikrit yrði búið til. Það sem að tónlist, annarkost hans eða þeirra sem eru á svæðinu yrði notuð. Og bara skemmtilegt að dóttir minn og kærastinn hennar skildu gera það. Og þetta bara gengur mjög vel upp. Já. Þannig að það eru allan að dæturnar að skipta sér mikið af og hafa gaman af. Já, þær hafa hræst hérna í leikhúslífinu eins og segi. Kristján byrjaði að leika hérna, eldri dóttir mín byrjaði að leika hérna bara mjög ung og reynda Brynja líka sko, þannig að þær eru búin að þrífast hérna með okkur. Já, akkurat. Þú ert svolítið gaurinn sem að mörg finnst svona, þú ert ekki að beint að trana þér fram og þú ert einn af þessu fólki sem er mikið baksviðs, getur við sagt. En hvernig er það að fá svona verðlaun? Finnst þér þetta að skipta einhverju máli? Já, það er alltaf mjög gaman að fá verðlaun sko. Viðurkenningu fyrir eitthvað af því sem maður hefur gert. Þó ég sé svo sem ekkert endilega að leitast eftir viðurkenningu, þá er það nú alltaf gaman. Og þá kannski líka gaman að verða kannski þekktur jafnvel sem súluverðunahafinn Júlíus Guðmundsson en ekki sonur Rúnars Júlíussonar. Nei. Þú ert það nú. Og sonur þinn heiti líka Rúnar Júlíusson. Já.
Jú, það fylgir manni. Já. Ég sagði líka eitthvað, ég er með tölvöld stærri löpp en pabbi minn, en ég mun aldrei fylla upp í hans fótspor, sko. En ertu búin að gera samt helling? Já, ég er komin í Stórutá. Júli, þú er búin að fara yfir margt skemmtilega sem hefur gerst í þínu lífi, en lífi hjá þér hefur ekki alltaf verið, hvað var að segja, dans á rósum, þannig að þú lentir í alvarlegum veikindum. Já, ég gerði það. Þú sagt okkur eitthvað frá því? Ég fekk krabbamein, en svona heppilegt krabbamein, ef svo má orðið koma, sko. Krabbamein sem er skurðtækt og er bara farið. Já. Var það svona áfall fyrir það í upphafi? Já, það er það náttúrulega alltaf, sko. Já. Og erfitt. Og erfitt. Já, sko, maður veit ekki hvað maður að segja. Mér finnst alltaf bara erfiðast, held að sé alltaf erfiðast fyrir allavega mín upplifun aðstandendur heldur en mann sjálfan, sko. Maður sjálfur fer mest að, allavega ég, mest að hafa áhyggjur þeim sem er í kringum mann heldur en sig sjálfan, sko. Þannig að ertu komin fyrir vind í þeim veikindum og gekk þetta allt vel? Já, eins og allavega. Já. Þetta eru ákveðnir, milestones sem maður þarf að fara í gegnum, 2 ár, 5 ár og svoleiðis, sko. Ég er að vera komin í 2 ár sem laus við krabbamein. En þú veist, maður veit aldrei. Nei. Takk fyrir spjallið, Júli, og gangið vel. Takk fyrir. Leiðu við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla Víkur frétta. Við erum að gefa út bæjarblað í hverja einustu viku sem dreift frítt öll Suðurnes í prentuðu máli en að sjálfsögðu einnig aðgengilegt frítt á netinu. Við erum að skrifa fréttir á Víkurfrétta vefinn vaff.is á hverjum degi og nýjar golffréttir koma á golfvefinn kilvingur.is alla daga. Við þykjum ábendingar í alla okkar miðla en þökkum fyrir okkur af þessu sinni og sjáumst eftir viku.